Svo vel. Góðan daginn, öll velkomin á fund nr. 17 Íbúðaráðs Vesturbæjar. Ég Birgir Jóhannsson og er formaður ráðsins og með okkur eru Björn, Salvör og Ásta Olga, borgarfulltrúar í fjarverandi. Við erum með dagskrá sem er á netinu. Fyrst verður frístundamiðstöð Tjarnarinnar með kynningu. Afsakið, má ég aðeins stjórn inni eins og við vorum að ræða á frístundamiðstöðinni, þau förfalluðust og hún Sigríður Arndís. Ég ætla að segja það. Já. Í staðinn fyrir starfsemi frístundamiðstöðinnar þá mun Sigríður Arndís tala fyrir þjónustumiðstöðina. En fyrst ætla ég að biðja nefndarmenn að samþykkja það að bæta 2 málum á dagskrá. Það er sem sagt deiliskipulag, umsögn deiliskipulag og gömlu höfnina Vesturbugt. Það er tillaga deiliskipulagi og síðan er bréf vegna aðalskipulags. Er ykkur mótfallið því að því sé bætt á dagskrá? Þessi bréf bárust eftir að fundarboð var sent? Það bárust sem sagt bæði eftir fundarboð og við bætum þeim á dagskrá sem liði númer 6 og 7. Ég vil bara bjóða Sigríði Arndísi velkomna og hún ætlar aðeins að tala verkefni sumarsins fyrir þjónustumiðstöð miðborgar og Vesturbæjar. Gjörðu svo vel, Sigríður. Sæl og blessu og takk fyrir það kærlega. Heyrist ekki vel í mér? Jú, mjög vel. Já, heyrðu, ég ætla að skella nokkrum glærum hérna. Sjá ekki allir fínt? Glærunar, gott. En ég steig inn í til þess að kynna ykkur aðeins svona 3 verkefni sem við erum með. Til þess að eitt af þeim verkefni er samfélagshúsin sem við erum með í hverfunum okkar, Vesturbæ, miðborg og Hlíðum og aðeins að segja ykkur frá svona því sem við erum að gera í húsunum þar í sumar. En ég heiti sem sagt Sigríður Arndís Jóhannsdóttir og er verkefnastjóri á þjónustumiðstöðinni og er yfir verkefninu í samfélagshúsunum hérna í hverfunum okkar. Og á Aflagranda, Vesturbærin samfélagshúsu okkar er á Aflagranda fyrir Vesturbæinn. Í húsunum okkar við notum okkur, það eru 5 ár síðan að við ákveðum að fara, við fórum og kynntum okkur þessa hugmyndafræði sem heiti University Settlement hugmyndafræði, fórum til New York til þess að kynna okkur þetta og með það í huga að styðja við fjölskyldur af erlendum uppruna sem voru að flytja inn í hverfin hjá okkur. Og það er svona grunnmarkmiðin með þessari hugmyndafræði er að skapa góða og heimilislega aðstöðu fyrir fjölskyldur sem að þurfa á tímabundum stuðningi að halda. Að vera með þverfaglega þjónustu og það sé svona á einum stað þegar þjónustu, svona grunnþjónustu sem að fólk og þá sérstaklega erlendum uppruna geta komið inn í húsin okkar og fengið þá þjónustu sem þau þurfa á að halda. Að bjóða upp aðstoð og þjónustu í huggulegum stað og styðja við félagslega virkni fyrir alla fjölskylduna. Það sem er félagslega virknin, það er svona stóri hlutin af þessu og síðan að koma til móts við þarfir íbúanna í hverfinu. Við erum með 3 samfélagshús hérna í hverfunum okkar 3, eins og ég sagði áðan að það er eitt á Aflagranda sem er fyrir Vesturbæinn, Bólstaðarhlíðina sem er fyrir Hlíða og síðan er eitt á Vitatorgi sem er við skilgreiningu fyrir miðbæinn. Í hverju húsi, þessi hús okkar sem við köllum samfélagshús núna, þetta þessar félagsmiðstöðvar fyrir eldra fólk eða félagsmiðstöðvar velferðarsviðs sem að við gerðum bara breytingar á, bæði til þess að nýta húsnæði betur, nýta mannauðinn betur og að opna fyrir íbúa hverfanna í húsin að því að inn í hverju húsi fyrir sig bæði þetta fallegir staðir og líka svo mikið af alls konar sem í boði inn í hverju húsi fyrir sig. En í húsunum þessi fallega og heimilislega aðstaða. Við erum með eldhús í hverju húsi með öllum tækjum og tólum og erum með leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu að nýta eldhúsin okkar til þess að fara með smærri hópa þangað inn
til dæmis eins og með að nýta undir matreiðslunámskeiðana. Við erum með stóran matsal eða fjölnótasali í hverju húsi. Á vinnustóri í hverju húsi hjá okkur og þær eru búnar saumavélum og brennsluofnum, ýmsum efnum og tækjum og overlockvélum og ýmiss konar. Í hverju húsi hjá okkur smíðaverkstæði þar sem við erum með rennibekki, sægir og vinnubekki og erum með mikið af tálknýfum. Við erum að leggja svolítið mikla áherslu á að kenna ungu kynslóðina okkar að tálka. Við erum með bókbandstæki þar sem hægt að vinna með bókbandið. Við erum með listastofu, við erum með hreyfisali og í hverju húsi hjá okkur líka hárgreiðslustofa og fótaaðgerðarstofa. Ég tók bara svona saman aðeins þannig að þið áttið ykkur á svona hvaða starfsemi í gangi. Grunnurinn alltaf þetta að við erum með félagslega virkni fyrir eldra fólk og síðan erum við opnaði fyrir þannig að fólk komi svolítið, hugmyndafræðin svolítið að fólk komi út frá áhugasviði. Ef ég hef áhuga að koma og vera þátttakendur í vinnustofunni og ég sé 37 ára, þá það bara allt í lagi. Ég þarf ekki að vera orðin 67 til að koma inn. Þannig að við höfum notað ýmiss konar leiðir til þess að opna þetta meira og auki mjög mikið samstarfi við þá stofnanir borgarinnar sem eru hverju fyrir sig. Við leggjum mikla áherslu á þetta samstarfsverkefni fyrir leikskólabörnin og börnin að koma og spila boccia við eldra fólkið og þau eru ekki að koma í heimsókn eins og svo oft að þau komi inn og komi í heimsókn, standa og syngja eitt lag og fá sval og fara síðan. Heldur erum við að vinna með þeim þegar komi og þeim að hreyfa sig og þeim að vera og þeim að spjalla og geta tekið svona þátt í þeim atbeða þeirri virkni sem að eldra fólkið í. Tækniskólinn kemur í heimsókn til okkar líka, nemur úr tækniskólanum og erum dugleg við að taka okkur nema sig þeirra svona aukan stuðning. Við erum í miklu samstarfi við grunnskólakrakkana og það eru svona vissir þættir sem eru svona fastir. Við erum með skólafórunarverkefni bæði á Aflagranda og í Bólstaðarhlíðinni og þar erum við að vinna í samstarfi við grunnskólana að styðja við þau börn sem ekki geta mætt í skólan tímabundið út af einhverjum orsökum. Þannig að þá eru kennarar og starfsmenn þjónustumiðstöðvar sem að koma saman að því og hitta þennan hóp barna út í samfélagshúsunum okkar. Skólahljómsveitirnir það samstarf þar á milli, þau koma með tónleika fyrir, erum svona að æfa sig að vera með tónleika. Leynileikhús búið að vera á Aflagrandanum núna að verða 4. árið sem þau eru bæði yfir vetur og yfir sumartíma. Við erum með vinnustofu opna fyrir alla íbúar í hverfinu og það mjög gaman að segja frá því að það hafa verið mikið að stelpum og 10. bekk Hagaskóla sem hafa komið mikið og verið að sauma þessa endurnýtanlegu poka og þarna erum við líka að blanda fjölskyldur og erlendum uppruna inn í hverfunum okkar að þau koma og nýta mjög mikið þessi aðstöðu hjá okkur. Við erum með bjóðum oft upp á fjölskyldusmiður og það svolítið svona núna það sem við erum að vinna með og mjög skemmtilegt. Það þetta að tálkunin, að það eldra fólkið kenni yngri kynslóðinni að tálkunina. Þetta eru svona iðjar sem kannski að týnast en við erum svona að reyna að vinna með það og það mikill áhugi fyrir þessu. Við höfum verið með öskudagsháttíðar, það eru jógatímar sem eru fyrir alla íbúa sem eru þá bara á þeim tíma eftir hefðindarlokun hjá okkur. Við erum með spil sem heitir, nú man ég aldrei hvað þetta heitir, Dungeons and Dragons, minnum að heitir svona einhver spilaleikur þar sem svona ungmenni í hverfinu okkar sem hafði mikinn áhuga á og vildi vera með svona námskeið og það yngsti sem mætir á þetta námskeið 8 ára og svo elsti í húsunum okkar og hann 80 ára og þeir sitja saman og spila einu sinni í viku þetta skemmtilega spil. Við færum svolítið mikið út svona námskeiðin okkar sem eru á vegum þjónustumiðstöðvarinnar. Það bæði þessi foreldrafærnisnámskeið og það bæði hópurinn bæði fyrir íslensku og erlendu foreldrana. PMTO námskeiðin okkar hafa líka verið og það svolítið svona fyrir foreldrafærnisnámskeið fyrir foreldrabarna á grunnskóla. Við erum eins og ég hef kynnt fyrir ykkur velkomuverkefnið
og það þetta velkomuverkefni stór hluti af húsunum eða húsin stór hluti af velkomuverkefni og þarna erum við að bjóða fjölskyldunum bjóða þeim inn í húsinu okkar bæði á fyrstu fundunum við út frá félagslegri virkni og líka þetta að þessi stuðningsnet fyrir þau að þau geta komið til okkar í húsin til þess að koma og óska eftir einhverju svona minniháttar aðstoð. Við erum ukulele-námskeið, það púlborð í rýminu okkar sem mikið notað og gaman að sjá það núna þegar ungmennin okkar í húsinu og eldra fólki að keppast í púlinu. Við tökum á móti háskólanemum sem að læra íslensku, þau koma til okkar og sitja og spjalla við eldra fólki til þess að þjálfa sig í íslenskunni. Við geysivinsæla bókaspjall hjá Hrafni Jökuls, það náttúrulega alltaf troðfullur salur og það gaman að sjá það núna að þegar samfélagshúsin verða, við fáum meira og meiri kynningu á því, að það svona yngra og yngra fólk sem að koma. Enda þetta algjörlega snilld að sitja hérna og hlusta á Hrafn Jökulsson lesa upp á bókunum og síðan þess umræðu sem skapast eftir. Við erum með morgunheitingar þar sem við erum að styðja við fjölskyldur eða einstaklinga erlendum uppruna til að hafa bara svona einn morgun þar sem við hittumst og erum bara að ræða og tengjast. Og það líka þessi samfélagslega umræða og samfélags kennsla. Það salsakvöld hjá okkur þar sem opið öllum. Það eru markaðar, flóamarkaðar og jólamarkaðar og við erum með prjónaheitingar og það einn starfsmaður sem hjá okkur sem kemur frá Póllandi sem hefur verið að vera með hennar prjónaheiting og hann hefur stækkað allsvakalega. Þetta svona bara aðeins til að gefa ykkur smá innsýn inn í því. Ég ætla ekkert að því að við erum í Vesturbænum þá ætla ég ekkert að fara yfir það sem að gerast í hinu hverfunum, frekar en þið viljið. En ef við ekki bara rúllið við það. Ok, þögn samið samþykki. Nú, þetta glærurnar aðeins út. Sjáið þið? Sjáum, þú bara ekki full screen. Já. Já, ég sé þetta. Já, það datt einhvern veginn út hérna hjá mér. Herri, já. Það eitthvað, við klárum þetta bara svona. Það eitthvað. Þetta flott. Það ekki? Í sumar þá erum við með nú það datt englæra hérna út. Þetta bara svona smá sumaring yfir því að svona þessir þættir eru. Það þetta velkomuverkefni sem við samfélagshús. Datt þetta bara alveg út? Jæja. En við duttum ekki út það. Sigríður, heyrið okkur? Hún komin aftur. Já. Já, komin aftur. Heyrið í okkur? Sigríður. Heyrið í mér? Já. Afsakið þetta, það bara fraus allt hjá mér. Við bara klárum þetta hérna. En ég vildi bara ítreka þetta með þessa þætti sem eru svolítið svona stór, skipta miklu máli í húsunum okkar. Það eru velkomin okkar, það til aðstoð að upplýsa og að þetta áhugasvið út frá félagslegri virkni, tengingu við fólki í hverfinu og þessi öryggisþáttur. Vera inn í félagslega virknin, vera inn í íslensku málumhverfi, aðstoð og stuðningur og síðan þessi námskeið áhugasvið-hópar sem við erum með líka. Félagsráðgjafar og stuðningsþjónustan á þjónustumiðstöðvum nýta húsnæðin einnig til þess að vera með viðtölin sín inn á svona uppkulegum og hlutlausum stað og ég segi ykkur frá því eftir að það er varðandi svona að styðja við fólki sitt sem eru fjárhagsaðstoð inn í húsin. Og síðan það skólafornaverkefni eins og ég var búin að segja við ykkur áðan.
Við erum með, í sumar erum við með mikla virkni í húsunum og það eru 8 háskólanemar sem eru hérna hjá okkur. Við erum með 11 menntaskólanema og 10-15 vinnuskólanema fædda árið 2005. Þannig að það eru 10. bekkingarnir okkar. Í þessum menntaskólanemahóp og vinnuskólanemahópa þá erum við svolítið að taka inn börnin af erlendum uppruna sem eru nýflutt inn í hverfin okkar og þurfa svona auka stuðning í stað þess að þau væru að fara ein út í vinnuskóla eða inn í vinnu, svona ein og sér, því þau eru ekki komið með íslenskuna og þau eru ekki búin að aðlagast íslensku samfélagi, þá erum við svona að bjóða þeim til okkar og skapa störf inni hjá okkur, þannig að það er svona aðeins í öruggur umhverfi. Og það er einnig við vinnuskóla krakkana, en við erum líka með inn í þessum hópum þessi ungmenni, þessi börn sem að þurfa svona auka stuðning sem eru að koma úr stuðningsþjónustunni okkar, sem hafa kannski ekki alveg þroskan í getu til þess að fara og vinna inn á þessum hefðbundnu störfum, þannig að þá koma þau inn til okkar og eru að vinna svona skilgreind verkefni. En við erum líka með sterku háskólaneman okkar og við erum líka með sterku 10. bekkingana okkar, þannig að við erum svona smá í vægi á milli og þetta verkefni gengur alveg mjög vel. Og þau eru til dæmis eins og gaman að segja frá því að þau eru þau verkefni sem við erum að setja á laggirnar, því náttúrulega voru svo yndislega við okkur að styrkja verkefni í hverfið eins og til dæmis fjölmenningarhátíðina. Þá er það eitt af þeim verkefni sem háskólanemendur og menntaskólanemendur okkar að vinna skipulagning og undirbúningur á því. En þetta er svona verkefni sem þau eru að sinna, það er þessi tenginga við eldra fólki í félagslegu virkninni, þetta koncept sem heitir heilsueflandi í hádeginu í hverfinum, þau eru með skipulagning á því með lýðheilsustarf, það eru 2 háskólanemar sem eru að nema lýðheilsu, vinna það með þeim, skipulagning á því og búa til þess að pop-up viðburði. Þau taka þátt í garðyrkju verkefnum, við erum að leggja áherslu á matjurtagarða við hvert hús hjá okkur og þau eru að taka þátt í því. Þátttaka og undirbúningur í fjölskyldusmiðjunum, til dæmis Tai-Chi-smiðjuna. Við erum að leggja áherslu á leikskólaheimsóknir og heimsóknir frá frístundamiðstöðunum eða frístundaheimilunum. Síðan fjölmenningarhátíðin sem verður haldin 22. júlí hjá okkur og það verður væntanlega mjög mikið stuð í Vesturbænum þá. Vinnustofunar til dæmis eins og við erum að taka okkur gömul húsgögn og gefa þeim nýtt líf. Við erum líka í þessu að gefa í vægi að spil og spjall, sérstaklega fyrir börnin sem eru ekki með íslenskuna, börnin erlendum uppruna, að við gefum þeim líka rými til þess að vera og sitja og spjalla til dæmis við eldra fólki, því það er svo óbúslega góð leið til að læra íslenskuna. Og síðan er margt annað sem í gangi, þetta er svona aðeins helsta. Við erum með annað verkefni þar sem við erum að styðja við þann hóp sem inn á fjárhagsaðstöðu hjá okkur. Þetta eru fullorðnir einstaklingar. Það er oft, og þetta er svona hópur sem búin að vera meira en 6 mánuði inn á fjárhagsaðstöðu hjá okkur og hafa ekki verið í neinni virkni í langan tíma og við erum að tengja þau inn í húsinu okkar í gegnum félagsráðgjafana og stuðningurinn háskólanemarnir sem eru í starfi hjá okkur í sumar. Þau eru svona tengilegir til þess að tengjast þeim og teygja þau inn í húsinu okkar. Það er gert svona virkniplan, þau háskólanemarnir gera það, búið til svona virkniplan út frá dagskrá hvers hús og þannig tengjum við þau inn í virknina. Og þetta gefur alveg óbúslega góða raun. Af því að þetta bara staður, húsin okkar staður með lífi, það hægt að koma inn á þess að gera neitt, heldur bara vera inni og fylgjast með fólkinu. Það eru ýmsir möguleikar til að taka þátt í ýmiss konar dagskrá og eða bara koma og fá sér að borða eða kaffisopa. Og þetta hefur félagsráðgjafarnir, þetta bara opna svona nýja vídd hjá okkur, að geta beint fólkinu okkar inn á einhvern góðan og huggulegan stað. Ég veit ekki eins og hvað ég fekk langan tíma, en ég vona að ég sé innan marka, en ég segi bara takk fyrir og gleðilegt sumar og ef þið viljið spyrja ykkur, þá bara að gera að spyrja. Já, takk kærlega fyrir þetta, Sigríður. Eru einhverjar spurningar? Nei. Á ég að byrja? Já, Salvar, viltu spyrja? Einhver komin á mælendaskrá? Ég get byrja. Enginn á mælendaskrá. Ok, kærlega fyrir þetta, Sigríður.
og ótrúlega gaman að heyrum allt þetta sem í gangi þannig hjá okkur. Við vorum búin að fá kynningu áður sem að tengdist líka þessu, þannig að kemur manni bara alltaf á óvart hvað óbúslega margt í gangi, sko. Svona, mér langar að spyrja, hvernig aðstæðan hjá ykkur og hvað finnst þér þetta samfélagshús alveg ná að þjóna öllu hverfinu, því nú Vesturbærinn stór og svona, já, ég bara svona þess að spyrja út í aðstöðuna eða aðstöðuleysi eða Já, sko, við erum mjög bara dús með okkar húsnæði. Við ætlum ekkert að vera einhverju hvort og hveinu. En það sem að við gerum líka er að við dreifum opnunartímanum. Við erum að nýta húsnæði ekki bara milli klukkan 8 og 4 á daginn, heldur erum að draga starfsemina okkar fram á kvöld. Og það gerum við með því að það eru eins og til dæmis jóga, það er mjög áhugasamur eldri kona sem íbúi bara í hverfinu sem langar að vera með námskeið. Að þá bara veitum við henni það leyfi, hún fær bara lykilinn og fær það ábyrgð að vera inn í þessu húsnæði. Og þetta gengur bara mjög vel. Tæki og tól, við erum mjög vel búin. Við erum með allir tæki og tól sem við þurfum á að halda núna. Þannig að við erum mjög ánægð með það. Það er bara eitthvað, en ég þarf að bjóða ykkur í heimsókn til okkar. Það sé, þeir eiga eftir að falla fyrir húsnæðina því að þegar við komum inn og sjáum hvað við búum vel. Við þurfum að nýta, af hverju fórum við að breyta þessi yfir í samfélagshús? Við þurfum að nýta húsnæðin og manniðin og allt það sem er til staðar inn í húsunum. Fyrir fleiri, ekki bara þessum skilgreinda að þú fáir að koma inn 1967. Heldur bara að þetta sé fyrir fólkið í hverfinu. Og fyrir ekki á Álagranda? Aflagranda fyrir ekki. Er það salurinn, matsalurinn sem notaður sem fyrir jóga og boccia og svoleiðis? Nei, við erum með hreyfisal sem við erum búin að setja spegla upp og gera svona huggulegt rými sem við notum bæði í jóga og það er sá salur, það er þetta loka þar aðgengi út úr honum líka þannig að það er svo auðvelt að lána hann. En hann er svona til hliðar. Við bara aftur þurfum við að koma í heimsókn og sjá. En ef það eru stærri hópar, þá notum við líka fjölnotarsalana. Og boccia er inni, ekki úti, ja? Inn á veturnar, við náttúrulega erum, þið vitið að því að við erum með gríðarlega stórt og flott verkefni sem heitir Kraftur í KR. Þannig að við förum alltaf með fólkið okkar, eldra fólkið okkar í KR einu sinni í viku og þar er spila boccia. Og þar er sko, næstu því, við erum að ná næstu því til 100 manns sem eru skráðir á lista í heilsueflingu fyrir eldra fólki í hverfinu. Og það er bara vegna þess að við erum með öflugt íþróttafélag og við erum með öfluga einstaklinga sem eru eldri, sem eru gamlir íþróttamenn, sem eru að tengja og tala vel þetta verkefni. En þá er kannski spurningin hvort þetta nær svona finnst þetta ná út í allt hverfið? Sko við notum mikið síðurnar, við reynum að auglýsa viðburði í gegnum síðurnar, við erum að ná til unga fólksins svona bara íbúans í gegnum þessar fjölskyldusmiðjur, öskudagskrán okkar, svona skilgreinda viðburði, en þau eru kannski ekki að koma og nýta húsnæði eins og við myndum vilja hafa. Við myndum vilja fá ungu fjölskyldunar inn og vera inni í kaffihúsinu okkar og kaupa sér góða nýbakaða köku og vera svona inni, en það hefur kannski ekki verið nægilega mikið af því, af því að það vantar pínulítið það jafnvægi, af því að stóru hópinur okkar er fólk, eldra fólk og síðan kemur fólk af erlendum uppruna. Þannig að þetta síðasta gengið inn í að fá hverfisbúana og fá lífið, tengingarnar, að það vantar, en við erum alltaf að leita leið og við erum til dæmis að með stuttagrein samfélagshúsin í næsta Vesturbæjarblaði, þar sem við erum aðeins að segja frá því og við til dæmis líka eins og bara hugmyndin við að fá leynileikhúsið inn dregur að því að foreldrar eru að ná í börnin sín, við leggjum mikla áherslu á þau komi inn og bíði inni og svona sjá aðeins hvað það er og tökum á móti, en bara til þess að kynna þeim að þetta hús er til staðar. Fyrir ekki, hvenær er kaffihúsið opið fyrir almenning? Það er bara opið, það er alltaf opið, það er kaffi, það er sko, milli klukkan 2:30 er opið kaffihúsið opið.
sem náttúrulega bara inn í matsalunum okkar. En það er alltaf nýbökuð kaka. Já, ég er bara mjög spennt að koma í heimsókn, en eins og þú segir, þá ég er búin að búa í Vesturbænum alla ævi, fyrir utan því ég búi í útlöndum, og ég er bara komið þetta til þess að sækja í leynileikhúsið. Akkurat, ég veit það. En mér finnst þetta mjög verðugt verkefni að ná að blanda þessu þá meira. Og ég myndi helst bara vilja sjá annað svona hús norðan við Hringbraut. Já, algjörlega, við erum alveg til. Grunnurinn við náttúrulega erum búin að byggja þetta upp núna í 5 ár, þannig að við erum svona búin að læra mikið á þeirri leið. En það þetta, núna þetta skref okkar í sumar og næsta haust að ná inn fleiri íbúðum. En þeir náttúrulega þeir að koma inn á jóganámskeið, þá þau bara að koma inn og skilgreint námskeið. Og þið, með leynileikhús og þetta. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Ekki máli, bara spurningar? Björn? Já. Nei. Hann er bara að kveðja, eða ekki? Ég ætlaði bara að kveðja og þakka kærlega fyrir góða kynningu. Já, bara gaman að sjá okkur og gleðilegt sumar og ég bara sé ykkur á fjölmenningarhátíðinni. Já, er komið dagsetning? Er komið dagsetning? Já, við erum að vinna með, það var annað verkefni sem hlaut styrk frá okkur sem svona færanlegt leiksvæði og við ætlum að tengja þetta tvennt saman þannig að við ætlum aðeins að gera þetta aðeins stærra. Þannig að 22. júlí verður dagsetningin og allt gengur eftir. En það verður gaman að fá okkur, hitta ykkur þá. Já, takk hérlega. Takk, verður blessuð. Bless. Þá tökum við næsta dagskrárlið nr. 2, tillögur íbúðarráðs Vesturbæjar vegna fjárfestinga og viðhaldsáætlunar Reykjavíkurborgar til afgreiðslu. Þið hefur náttúrulega öll séð þetta gagn og farið yfir þessi Excel-skrá sem bið ég heim að setja á skjáinn. Voru ekki allir búin að fara að skoða þetta vel og samþykkja? Einhverju athugasemdir? Salvör, varstu ekki búin að fara líka vel yfir þetta? Jú, mér leist bara vel á þetta. Flott þá... Þetta samþykkt samhljóða, má tólka það sem svo? Ég samþykki. Samþykki. Ég samþykki. Yes, Björn samþykkir. Þá er það afgreitt, þá er það næsti liður nr. 3. Mögulegar endurbætur á yfirborði samhliða framkvæmdu Veitna frá Vesturgötu til Mýragötu til umræðu. Á ég kannski gefa þér orðið, Ásta, eða vilt þú tala um þetta? Þetta komið, ég get sagt fyrst frá því að það komið nokkur bréf hérna inn til okkar og ábendingar inn á Facebook síðu íbúðarsamtakanna og hérna eru bréf frá það stendur hér óskum að hafa verið samtal við íbúa gamla Vesturbæjar frágang lóða eftir vinnu Veitna og það er beðið heildarsýn frá Bræðraborgarstíg og niður á sjó og það sérstaklega skikans neðar Nýlendugarðs, milli Nýlendugötu og Mýragötu. Þetta er Magnea sem sendir þetta bréf og hún segir að borgin hafi gefið vilyrði fyrir samfélagsgróðurhúsi á þeirri lóð þar sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan mun rísa. Núna meðan veitur á störfum á þessu svæði var í kjörið að huga einnig að kanna fyrir Nýlendugarð og fyrir gróðurhúsið og hvar stígurinn muni liggja með tilliti til gróðurhússins. Síðan er hér annar bréf frá Guðmundi Harðarsinni sem bendir líka á það að framkvæmdir vegna framkvæmda Veitna milli Vesturgötu og Nýlendugötu og segir að sé búið að grafa upp allt svæðið og biður að séu skoðaðir möguleikar á því að gera endurbætur. Sem sagt frá Bræðraborgarstíg 1 og Vesturbugt niður að Vesturbugt. Og hann talar að það væri þetta sé tækifæri til að skoða svæðið í heild og draga alla saman á borðinu. Sem sagt
aðstandendur Réttarhúsakirkju íbúa í kringum leikvöllin. Og hann talar hérna ýmislegt að það vanti í hverfið líka ýmsar hluti eins og líkamsræktarstöð og aðstöðu til ræktunar og frekar ræktunar og spurði líka hvort að parkúrgarður yrði hvort það hægt var að fá parkúrgarð á lóð á leikvallalóðinni. Ásta, viltu? Já, ég get kannski bætt við þetta bara að það náttúrulega það var í rauninni ekki farið í svona neitt hönnunarferli og þannig að veitum bara gert að skila þessu nákvæmlega eins og þetta var sem að manni finnst virka svolítið eins og tvíverknaður ef að það á að fara að endurbæta lóðir þarna. Það verið að byggja beint fyrir ofan eða ófara að byggja, það náttúrulega verið að rífa núna brunarústirnar, Bræðraborgarstíg 1. Það eru þarna lóðir fyrir neðan Mýragötu, Vesturbugt sem við höfum eftir að ræða einmitt og þarna svona renningur af opnum svæðum og það kirkjulóðin. Þannig að manni finnst liggja beint við að skoða þetta heildrænt og skoða hvaða möguleikar eru í þessu. Og þá má í rauninni ekki bíða. Við þyrftum eiginlega að senda erindum að það væri farið í að skoða þetta bara tafarlaust. Já, ég sendi inn fyrirspurn til skipulagssviðs og var búinn að vera í sambandi við þá hvort að það væri ekki hægt að endurskoða þetta á sama tíma. Svörin voru svolítið óljós. Það var svarað fyrst að það var ekki gert ráð fyrir og það hefði verið skoðað en á sama tíma skildu þeir þörfina og það íbúar bæði þetta. Þannig að ég myndi leggja til að við myndi skrifa skipulagssviðinu upp á nýtt, gera bókun það að bara hvetja á til þess að skoða þetta betur og sjá hvort að það séu möguleikar að gera svæðið með aðkomu fyrir alla og bæta göturnar á sama tíma, kannski setja göturnar í sama plan, vesturgötur og gangstéttirnar, þannig að hægt var að nýtt að gera samnýtt rými og það sem hjól og hjólastólar geta eiga auðvelt með að komast yfir og endurbæta leikvöllin á sama tíma og alla þessar leið niður frá Bræðraborgarstíg sem núna alls konar hindranir á leiðinni. Það bara alls ekki hjólastólafært og erfitt fyrir hjól og barnavagnar að komast þarna niður. Og svo stoppistöðin líka, strætóstoppar þarna og það mjög svona erfitt bæði fyrir krakka að fara yfir götuna. Þetta allt svona mjög búið að vera mikill bútasaumur og núna akkúrat tækifæri að hugsa þetta heildrænt. Ég bara varpa þessu líka upp út því ég sé hérna á framkvæmdastjórninni þá tekið fram að leikvelli við Litlavöll verður grafin upp og endurgerður. Það var nefnilega spurt það í öðru þessara erinda sem ráðurinn barst sem með Birgir hefur. Já, en það var ekki talað um hvort það verði endurgerður í upprunalegri mynd eða hvort það verði betrumbætur. Þetta svo sem það sem stendur hér bara grafin upp og endurgerður. Það í rauninni þeim bara sagt að ég er búinn að tala við Veitur að skila öllu nákvæmlega eins og það var sem mjög skrítið en ég held að vandinn liggi svolítið að því að þetta svo flókið að því að svo kirkjulóðin og það eru svo margir sem þurfa að tala saman en það verkefnið í þessu tilfelli. Já. Þannig að það sé hellulagt eða allar leiðir niður eftir. Þetta tengist bæði aðgengismálum, lýðheilsumálum, gróður og ræktunar stefnu borgarinnar. Það engin upplift þverun til dæmis yfir Nýlendugötu, þannig að það bara kantsteinum og ekki hægt fyrir hjólastóla að komast yfir. Og það eru komandi stórt nýtt hverfi fyrir neðan. Þannig að hvað finnst ykkur þetta, Björn og Salvör? Má ég? Já, gjörðu svo vel. Mér finnst full ástæða til þess að senda inn bókun minna á og nefna að hér tækifæri til að skoða málið heildstætt og eitthvað svona sko. Mér finnst bara alveg tilvalið að gera það á þessu stigi máls. Ég held það. Sammála því sko. Get líka bent á að varðandi þetta gróðurhús þá fékk sá hópur
það voru teknir nokkrir fundir með borginni bara í mars, viku áður en framkvæmdin þetta fór í gang og það var verið að segja þeim, já þið getur verið með gróðurhús á þessu lóð. Já, ætluðu þeir að vera með gróðurhús á hvaða lóð? Á lóð, við jaðar kirkjulóðarinnar. Já, og síðan það allt grafið upp. Já, þannig það var búið að tala við prestinn og það var búið að tala við Reykjavíkurborg og síðan var farið að spyrja út í þessar framkvæmdir og þeir þannig að það voru mjög misvísandi skilaboð sem fengust. Og hvert fara þeir núna með gróðurhúsið þá? Bara í biðstöðu. Þannig þess vegna í rauninni tækifæri líka núna til þess að að skoða þetta. Það fannst aldrei neitt staður. Það svo lítið á svona opnum borgarlandi. Já, Ásta, varst þú með eitthvað tillögu að bókun? Já. Ég sendi það þá á þig núna, eða? Eða á Heimi. Já, ok. Betur að við tökum það fyrir strax? Eða... Já, bara fínlega að lesa bókunina. Já, getur þú lesið hana upp? Já, ég bara að finna það. Ok, ég var ekki alveg tilbúin. Já, svæðið sem nú búið að grafa upp býður upp á nýja möguleika. Byggingaframkvæmdir eru fyrirhugaðar við báða endana, bæði frá Bræðraborgarstíg 1 niður á Vesturbugt og því tækifæri að skoða svæðið í heild með tilliti til almenningssvæði, fá alla hagaðila að sama borði, Reykjavíkurborg, aðstandendur, nýbygginga, aðstandendur kirkjunar, íbúa á svæðinu í kring og hönnuði þessa nýbyggingarreita. Þegar ákveðið var að fara í endurgerð á lögnum milli Vesturgötu og Mýrargötu virðist ekki hafa verið skoðað hvort mætti fara í endurbætur og þar af leiðandi undirbúa framkvæmdirnar með endurhönnun á yfirborði með tilliti til grænsplans, umferðaröryggis og sjálfbærra hverfa. Í hverfi vantar til dæmis aðstöðu til líkamsræktar og frekari ræktunar. Já, þannig að hönnunar og samráðsferli þyrfti að fara í gang sem fyrst, þannig að hönnun liggi fyrir þegar veitur ganga frá framkvæmdunum. Eftir framkvæmdirnar. Við leggjum til að ráðin verði hönnuður og samráðsferla hönnuður til þess að vinna þetta með borginni og hagaðilum. Ég held að það sé mikilvægt að þetta það flókið, það það margir sem að þurfa að koma að. Það getur náttúrulega líka verið hönnuður innan borgarinnar. Já, en það þarf einhvern veginn að leiða þetta samráð líka. Já. Af því ég veit bara að það eiginlega vandinn þarna. Af þess vegna fengum við upplýsingar í gegnum, við fengum í rauninu upplýsingar að framkvæmdin var að fara í gang í gegnum prestinn hjá Réttarhöfundakirkjunni, en ekki frá borginni þótt að vera búið að spyrja að því. Þannig að þetta svolítið svona flókið en fullt að tækifærum þarna ef að það bara viljinni fyrir hendi og það hægt að gangi í málið strax, því það ekki hægt að bíða fram í ágúst næsta fundi hér. En það væri flott ef að íbúar sendir erindi eða bókun að skoða þetta nánar. Það þarf ekki að vera svona langt náttúrulega, ég get sett þetta. Já. Og hérna... Þetta bara haldið ykkur 200 orðum. Já. Bókanir þannig úrgar í gerðar. Ok. Já, var þetta búið þarna? Getur þú kannski... Já, framsenda á... Heimi þannig að setja þetta upp á skjáin? Já. Mér finnst líka mikilvægt að það komi aðkoma fyrir alla, aðgengi fyrir alla. Og líka bara samfelldur hjólastígur, hjólaleið þarna niðrettir. Já, einmitt. Hjólaleið og aðgengi fyrir alla skiptir máli. Já. Möguleikar á samnýttu rými. Bókun heitir þetta. Ég var eins að breyta. Já, þú getur líka breytt bara upp á skjánum eða setja upp á skjánum. Og allir getur lesið þetta saman. Já, það má potið taka eitthvað út úr þessu. Það þarf ekki að vera, eða það þarf greinilega.
Þetta þarf svo sem, þetta getur alveg verið svolítið svona almennt orðað, sko, en ekki verra að stjóta inn einhverju svona. Já, það er mikilvægt einmitt, aðgengi, samfelldir hjólastígar, huga að þessari ræktunar þörf. Og hafa sem mest göturnar í sama plani. Mér finnst að það er bara svona, þessar vissgötur, að hafa bara svona vissgötur stíl á þessu. Og þetta er allt sem kom. Hörðu, nei, það er miklu meira. Já, það þarf kannski ekki allt, sko. Ætlar þú að editera þetta heim mér, eða? Ætla ég? Já. Ég geti... Hvað er þetta langt núna? Þetta er 213 orð. Já. Þú veist, það er ekki standa Baba Yaga. Nei. Það er bara standa aðstandur Já. Framkvæmdaraðila. Já. Það getur ekki Baba Yaga og þetta framkvæmdaraðila. Já. Það eru náttúrulega getur verið alls konar og... Réttrúnaði kirkju, hún er náttúrulega... Já, maður bara segja framkvæmdaraðila uppbyggingar reita. Já, er það ekki rétt? Já. Uppbyggingar. Aðstandendur og hönnuð og þá má sleppa þessu síðasta. Og þá tekur þú burtu réttrúnaði kirkju. Já. Það gæti burtu. Hvað vil ég taka meiri burtu? Og hönnuði nýju svæðina, af því það er aðstandendur framkvæmdaraðila. Svona. Bara íbúa hverfisins bara? Já, og íbúa hverfisins. Ekki endilega í kringu leikvöldin, bara íbúa hverfisins. Og sleppa sig á... Er það ekki? Á Svíi, saman borði. Þá ætla hagaðila? Það er alltaf að hafa orði. Ok. Það má náttúrulega verið í öðrum greinaskilum, tengingu stíga og aðgengismála. Við þurfum ekki að segja endilega að það hafi ekki verið gert og við vitum, við bara biðja að skoða verið betur, að fara í endurbætur og vegna undirbúningsframkvæmda með endurhönnun og yfirborð í huga og grænsplans umferðaröryggis og sjálfbæra hverfa í huga. Geturðu... Hvað við gera? Viltu að við... Ef við getum bara komið þessu frá okkur, þá getum við bara skrifa, sko. Hvað vil ég taka út? Ég vildi bara segja í staðan fyrir að þeir ákveður taka í burtu Það er ekki bara... Já, bara sleppa þetta. Við óskum eftir og segja bara sagt þegar farið er í þessar endurbætur er lagt til leggjum við til að framkvæmdir verði undirbúnar með endurhönnun og yfirborði. Með tilliti til grænsplans. Já, það má koma aðgengis, grænaplansins, takkinir. Við getum samt líka nú, í byrjun nú þegar farið þessi þetta leggjum til að framkvæmdir verði undirbúnar með endurhönnun. Leggjum, það vantar jóð í leggum. Sjálfbæra hverfa og aðgengis fyrir alla. Aðgengis fyrir alla og svo maður segja hjólastíga líka. Hjólastíga, já, setjum út völd. Ok. Við vantar til dæmis eftir fyrir ræktina. Já, svo vildi ég leggja áherslu á að það væri sko samráðsferli og ég veit að það er hérna deild núna hjá borginni sem að
sem að sérhæfir sig í svona þjónustuhönnun. Það heitir Gróðurhúsið. Þannig að mér dætti í huga að þetta væri kjörið verkefni fyrir þau. Svo ég fari nú að skipuleggja borgarstarfsmenn. Svo finnst mér þetta líka tengjast sko, því að það var þarna mikill harmleikur og við viljum vanda til verks þegar það núna verið að byggja upp þarna. Og ég myndi að huga að ólíkum hópum. Það þarf ekki að setja tafalaust, setja nú í gangvinna og kannski... Já, það er bara, ef mér skildist á veitum setja strax, já, strax. Þau nefnilega, þetta tekur 5 mánuði framkvæmdirnar. Nú þegar kannski ekki fellur að svona. Já, nú þegar, já. Er þetta of langt, Heimir? Það er eitt orð, við láta bara sleppa. Okay. Björn og Salvör, takið þið undir þetta? Já, í stið. Takk, flott. Það er spurning hvort það var að segja eitthvað meira að setja gurknar í plan, að setja samnýtt rými. Já. Það getur farið aðeins neðar, þannig að þess að við erum að tala aðeins ofar meðinu. Græna plan sem umferðaröryggis. Já. Má segja á þessu svæði en það er möguleikir á að auka græn svæði, gera samnýtt rými og tengingar í framtíðar. Þetta eru fullt af endurtekningum að það kannski. Græn svæði, samnýtt rými hvað kallar þetta? Samfelld yfirbragð? Samnýtt rými. Já, má ekki gera bara auka. Spaces sko upp á það að sé allt svona í plani, þá er þetta nýtt allt betur og hjólastar og hjól komast alls staðar og ekki kantar. Já, en er ekki tilvæglega að setja þannig? Hér er möguleiki að auka græn svæði og samnýtt rými. Já. Til framtíðar, þá bara í stað fyrir þetta. Gera samnýtt. Og gera samnýtt rými. Já, gera samnýtt rými. Já. Samnýtt rými. Já. Og er ekki bæta tengingar. Og bæta tengingar. Já. Ok. Samkenndin fór út, hún kemur á milli línana. Hvað er það gott? 203? Þetta er 195, við verum þannig að þetta er bara flott. Ok. Flott, ok. Takk fyrir það. Allir sammála þessu ekki? Salvör, Björn. Þá skulum við fara í næstu, hérna síðan koma 3 deiliskipulagstillögur sem við þurfum að skoða, því að það eru svolítið mikilvægar. Það eru allar á svona svipuðu svæði, þannig við Vesturbugd. Það er sem sagt ein sem fjallar gömlu höfnina Vesturbugd. Við skulum byrja fyrst á Mýrigötu 18. Þar fengum við bréf sem er hérna á skjánum sem við tilkynntum breytingu lóðarinnar og vildum gjarnan ef við varum til í að opna skjalið þá er þetta skipulag í kynningu. Mýrigötu 18. Hvað ertu að sjá uppdrátt? Ég geti líka gert sér skrín. Já, skipulagsuppdráttin fyrst. Þarna sjáum við, þarna þekkið kannski þetta hús, þetta er svart hús, nýtt hús sem er á horninu á... Ég var að senda þér myndir sem ég tók á leiðinni.
á Mýragötu. Ég var að senda Já. henni líka myndir. Já. Þarna sem maður horfir á þessa teikningu, þá svolítið spes að vera að stækka byggingareitinin 3 metra og 2 metra, sitt og hvað. Og maður skilur ekki alveg að það vera að taka almenningssvæði sem þetta græna, sem unni bara gata og stígur með aðgengi fyrir alla. En síðan þetta útskýrt aðeins betur í hinum gögnunum, það verið að gera tröppur alls þar í kring. Ef þú getur opnað síðan Hönnunarskjalið. Hönnunarskjalið sem fylgir þessu. Og það verið að fella niður kvöð að það sé stígur, almenningsstígur. Já, en það virðist eins og stígurinn sé í rauninni áfram, en hann fer bara inn á lóðina hjá þeim. Þetta því að ef þú til að skróla þess niður, þá sjáum við hérna mismunandi tillögur með tröppum og sorpgeymslan sett þarna á í stíginn í staðinn. Ruslatunna greinilega og síðan kom einhverjar tröppur sem ganga út á almenningsrýmið. Þannig að það eins og húsið búið að enga sér þetta svæði í rauninni hérna næst því. Mér finnst bara mjög erfitt að finna að réttlæta það að fá ykkur almenningsrými frekar heldur en annar. Það búið að úthluta byggingarreit og byggingarreiturinn sé þetta út fyrir og síðan í framtíðinni þá sé ég ekki neitt sem getur stoppað þá eiganda hússins á því að byggja á þessu svæði ef það búið að stækka byggingarreitin í framtíðinni. Eða einmitt loka fyrir, eins og gert hjá Vesturgötunni. Loka við fyrir eða ég byggja bara glerhús eða eitthvað á þessu svæði. Ef þetta byggingarreiturinn þá hefur hann þannig sér rétt að byggja á byggingarreit. Síðan eins og fyrir ruslatunnar eðlilegt að ruslatunnar frá þessu húsi séu þarna á þessum almenningsstíg. Þannig að ég sé í rauninni ekkert sem mæli með því að samþykkja þessa tillögu. Ég bara... Má ég bæta við? Já. Og ég var að senda þér myndir heim, ég veit ekki hvort þú getur opnað þér. Það sem ég fyrst kannski einmitt að það búið að úthluta þarna byggingarreit og þetta hljóma kannski svo smámunasemi en það búið að úthluta byggingarreit. Það byggt alveg út í lóðmörk og þar af leiðandi vantar núna pláss fyrir þetta. Og málið að þetta ekki fyrsta svona bilið á milli húsana ef einhver skildi hafa lesið bókin Rýmin á milli húsana en þá þarna búið að fylla upp í það búið að fylla upp á milli tveggja húsa þarna þannig að Marína lengjan alltaf að lengjast og það eru færri og færri staðir sem að maður kemst þarna á milli og það finnst mér rýra gæðin í því sem svona flanör í borginni að geta smeygt sér á milli á ólíkum stöðum. Ef maður ímyndar sér að vera krakki eða sá sem hefur bara gaman að ráða á milli húsina, þá finnst mér það miður. Og mér finnst miður að þessi búið að gera það á 2 stöðum nú þegar og núna á að taka þetta síðasta bil. Ég er líka mjög mótfallin þessu. Að þetta svona bara enn eitt dæmi það sem verið að fylla upp í og þá gefa verktökunum meira og almenningi minna. Hvað finnst ykkur, Salvör og Björn, þetta? Mér finnst, ég náttúrulega, ég ráða þarna stundum og hérna að labba þarna neðan úr Vesturgötunni og niður gegnum Nýlendugötu og niður Víðagötu og niður að sjó. Og mér finnst auðvitað miður ef að menn eru alltaf ítrekað aðeins að hefla af almannarýminu og jafnvel stoppa þessar leiðir hérna. Það hefði nú viljað hafa allavega einum eða 2 stöðum þar sem hægt að komast niður á milli og komast niður á þessu hafnarsvæði. En hérna, þannig að ég tek undir þetta en maður bara spyr sig á hvaða stigi þetta? Það er bara meira eða minna búið að byggja þetta og í hvaða stöðu erum við til að gera allt þetta?
Ég meina þeir hljóta að geta samið borgin að fá að gera tröppur þótt að þeir eignist ekki það og þá ef þetta komið innan þeirra byggingarits þá náttúrulega bara hafa þeir rétt á því að gera það, leggja til það sem þeir vilja en þá er það þeirra lóð. Þá er þess að sé verið að gefa þeim lóðina. Já, það er alveg gott að reyna að gera athugasemd hvað það varðar að standa vörð almannarýmið og leiðir milli byggingana niður að sjó. Ég myndi bara segja í einu orði að við séum ekki, hugnist ekki þessi skipulagsbreyting. Bara alveg farið á mótinni. Kannski að segja á hverju, eða hvað það er. Bara út af því að það hugnist ekki að almannarými séu tekin af íbúum og almenningsrýmin. Mér finnst það er bara fyrsta, að hugnast ekki að almenningsrými séu skert. Ég veit ekki hvort það þurfum eitthvað að útskýra það frekar. Ég meina síðan hvort að borgin samþykki tröppur þarna annað, það er allt annað mál. Það er bara... Það er líka, kemur þessum aðgengismálum, sko. Þú veist, ég er alltaf að hjóla að taka krókinn, sko, en þú veist, að hjóla stól eða... Það kemst ekki að þú þarft að fara lengri leið. Já, það er svona... En mér finnst bara fyrsta grundvallar hugmyndin að ekki minnka almenningsrými. Já. Þetta er bara það sem allir eiga og það er engin ástæða til þess að gefa þetta frá okkur. Og hlýtur að vera okkur sem íbúðaráð og sem fulltrúa íbúa og Pírata, þá hljótum við að vilja vernda það. Ef við skrifa það? Já, hvað finnst þér sjálfur? Já, ég tek undir þetta. Mér finnst samt mjög mikilvægt að ef það er að fara að koma tröppur og þá verða alveg aðgengi fyrir alla, það verður gert ráð fyrir hjólstóla eða svona líka. Já. Mér finnst samt að það er bara að vera sjálfsagt, það þurfi ekki að taka það sérstaklega fram. En það virðist vera á teikningunni aðgengi fyrir alla, það er bara miklu lengri ferð. Já, þú ert að fara lengra. En mér finnst þér að komast sko inn í húsið, þau eru eitthvað að nota þess að búa til rampa í leiðinni, syns mér. Þess að komast inn. Það er bara gott að... Mér finnst bara sjálfsagt að það ætla að hafa tröppur, það er bara að vera aðgengi fyrir alla. Og óháð í hvort sem fyrir hjólastóli eða þetta drösla barnavagn upp eða eitthvað. Þú er ekkert að þurfa að fara einhverja krókaleið og þú bara tvert í hjólastóli eða eitthvað. Skilur við? Ef við ekki segja þá bara að íbúðaráðið leggst gegn því að almenningsrými séu skert. Og huga verður að því að... Leggur áherslu á fjölbreyttar leiðir niður á sjó með aðgengi fyrir alla. Já. Ég væri til í að nefna þetta svo eftir því að þetta leiðir niður að sjó. Já, mitt er mjög gott. Það er heipa þetta niður eða er það búin að ganga frá þessu? Leggjum áherslu á fjölbreyttar leiðir niður á sjó með aðgengi fyrir alla. Já, aðgengi fyrir alla er almenn regla í einu byggða umhverfi, sko. Já, getið þið sagt það frá byrjun? Og fyrsta setningin er bara við Íbúðaráð Vesturbæjar leggst gegn því að almenningsrými séu skert. Yes. Og síðan bara næsta setning. Já, og það var setningin sem er komin. Við leggjum áherslu á fjölbreyttar leiðir niður á sjó með aðgengi fyrir alla. Og bara við leggjum gegn þessari tillögu. Og leggjum til að tillögu verði hafnað. Staðið verði vörð almannarýmið. Nei, whatever. Já. Ef við ekki segja bara að Íbúðaráð Vesturbæjar leggst gegn því að almenningsrými séu skert. Við leggjum áherslu á fjölbreyttar leiðir niður á sjó með aðgengi fyrir alla. Íbúðaráð Vesturbæjar leggst gegn þessari tillögu og staðið verði vörð almannarými. Og það það vantar bara eitt orðinni. Og að staðið verði vörð almannarými. Og óskar þess að staðið verði vörð. Getur þú sett þetta upp á skjáin? Já. Það vantar bara síðasta orðið.
Og óskar þess að staðinn verði vörður Já, það er náttúrulega ástæða fyrir því að við óskum eftir því að fá þetta sent til okkar til að við séum ekki svona æfingum, sko. Þetta nú nokkuð skýrt. Ná. Ok, þetta flott. Bara og að óskað og staðið verið vörðum. Ok, flott. Þetta bara fínt. Já, ætti að leggja þetta fram í formi umsagnar eða bókunar. En við leggstu gegn þessari tillögu. Það er eins og við sem að leggjast gegn Já, því að það staðið væri verði vörður. betur að segja bæta þessu við og að óskað Getum það bara punktur þarna, ekki? leggstu gegn þessari tillögu Og vill að staðið verði og óskar eftir því að flott. Bókun eða, já. staðinn verði vörður. Staðinn verði vörður. Er það ekki? Staðinn verði vörður. Já. Það er ekki bara flott? Jú. Glæslegt? Er ekki bara hreinlega að þetta sé það umsögn ráðsins? Jú. Já, umsögn íbúðarráðs, já. Og þá förum við í Ekki mér. næsta verkefni sem er Mýrargata, þetta var Mýrargata 18 og það er Nýlendugata 14. Ég geti líka, Já, það sé ekki það best. að ég taki þetta yfir skjáan eða ekki. Það er ekki opnast fyrir mér. Afsakið. Afsakið aðeins, það var ekki með þetta opið. Já. Kemur alltaf. Þá tek ég hérna yfir skjáin. Afsakið, en hér er þetta komið. Hér sjáum við Nýlendugötu 14, þetta er eldri teikningin. Hér sjáum við, þetta eru sem sagt 3 teikningar, skuggavarp og hugmynd á útliti. Þessi gata, þegar þið horfið á byggingarnar í götunni, þá sjáum við að þetta er hæðsta byggingin í þessum reit, alveg frá Seljavegi að Ægisgötu. Og þarna er verið að hækka aðeins húsið. Sjáum við hérna muninn 40 cm. Og það er líka verið að byggja ofan á viðbygginguna sem er náttúrulega lægri hliðarbyggingin, það sem þið sjáum hérna til hliðar. Og síðan ef við skoðum skuggavarpið þá eykst það aðeins en ekkert að ráði. En útlitið breytist mikið. Þarna er gömul iðnaðarbygging og sem verður að nútímalegri byggingu sem er gamla byggingin er óþekkjanleg.
En það sem svona mjög sérstakt líka í þessu eru þessar svalir sem skaga út fyrir gangstétnar á Nýlendugötunum, gata sem frekar þröng, þannig að fólk bæði þarf að ganga undir þessar svalir og náttúrulega stærri bílar og síðan náttúrulega útsýni að þeim náttúrulega á húsin á móti og náttúrulega færi snær. Mér finnst persónulega, byrja á því, þá finnst mér að það ætti ekki að hækka húsin, þannig að sérstaklega ekki hæstu húsin. Þótt að það sé bara 40 cm þá finnst mér það skrítið að vera að hækka þessu hús. Allavega það þarf að sýna fram þá virkilega nauðsyn þess að það sé að vera að hækka húsin. Fyrir eitthvað tæknilega nauðsyn eða eitthvað svoleiðis, en út af útlitslegum ástæðum finnst mér það svona tæpt að hækka þessu hús og auka skuggan og með við hinu hús. Og síðan finnst mér mjög ekki eðlilegt að það séu gerðar svona svalir yfir almenningsrými í þessum götum þar sem hinn húsin eru flest öll gömul timburhús. En svona öðru leyti þá hallast við frekar að því að fólk fái bara að gera það sem að umhverfi sér sem fjölbreyttast og það einn smekkur sé eins þá við séum ekki öll með sama smekkin og mér finnst gamla iðnaðararkitekturinn áhugaverður og áhugaverðari, þá finnst mér persónulega erfitt að segja að fólki að þið ekki gera svona eða ekki öðruvísi. En ég gef ykkur orðið. Eitthvað Björn eða Salvör, hvað finnst ykkur? Já, ég get byrjað aðeins. Ég tek nú undir orðin að mér finnst nú að fólk eigi að vera svolítið frelsi í því hvernig fólk gerir hlutina og þessar svalir, þær eru svo sem ekkert neitt voðalega margir fermetrar og þessi 1,5 eða eitthvað. Svo ég treysti mér nú ekki til að fara út í einhver díteilur kommentum nákvæmlega hvað þetta er og gæti verið að svalirnar séu settar þarna út af rýmingarleiðum með eitthvað svoleiðis að sé einhverja tæknilegar ástæður fyrir því og það, eins og þú segir líka Birgir, það gæti verið að sé einhverja tæknilegar ástæður fyrir því að menn vilja hækka þetta 70 cm og þá er bara að leita eftir skýringum eða eitthvað svoleiðis. Svo veit ég ekki hvaða forsendur voru gefnar í byggingarleyfinu, hvort að hæðin að það hefur gert ráð fyrir þessari hæð og hvort að menn séu innan þess sem að leyfið var gefið. Þannig að ég finnst ekki vita alveg nægilega mikið til að vera með einhverja dítileraða bókun eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki komin eitt byggingarleyfi, þetta er bara deiliskipulag. Deiliskipulagið segir bara til að það megi byggja stærra hús þarna heldur en er. Ok. Og þá verður breytingin felst í því að segja að það sé vel leiðilegt. Það þýðir ekkert að eiga að líta út eins og þessi bygging þarna. Það er aftur á móti að vera að gefa heimild fyrir svölum og heimild til hækkunar. Og við þurfum að vera að biðja okkur álit á því. Hvað finnst okkur það að þessi gefin heimild til hækkunar 40 cm og heimild fyrir svölum? Ok, flott. Þetta er deiliskipulags til svona gróft tillaga ok, ég skil þig. Já, þá er alveg hægt að hafa skoðanir á það að sína eða efasemdir að það sé heppilegt og eitthvað svoleiðis. Setja því hérna stendur breytingar deiliskipulags. Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi breytingum. Þak núverandi hús Nýlendugötu 14 snúið svo hæðsti punktur þess verði við Mýragötu en í dag rís það hæst Nýlendugötu megin. Þak hækkað 40 cm. Lyftu er komið fyrir húsinu og má lyftuhús fara út fyrir byggingarreitt. Að hámarki hæðarkvotan 23,6. Þakbygging er heimil á lágþaki núverandi hús.
Umfang hennar má vera 40% af fleti lágmarks innan skilgreins byggingarreits og salarhæð hámarkið 320. Og síðan stendur franskar svalir eru leyfðar á norðurhlið hússins við Mýragötu. Svalir á suðurhlið mega almennt kúga 40 cm út fyrir lóðamörk fyrir utan svalir við flóttaleið og annarri hæð sem mega fara 1,30 út fyrir byggingarreit til að uppfylla kröfur flóttaleiðar. Það sko svona svalir, það bæði þetta byggði munda þá náttúrulega byggingarreglugerð og síðan náttúrulega geta svalir líka verið innfeldar. Og flóttaleiðir þurfa heldur ekkert endilega verið svalir, það geta verið aðrar, geta verið annar stigi eða eitthvað leys. Þannig að það er ekkert nauðsynlegt fyrir þá að fá til þess að geta gert uppboðir, þá er ekkert nauðsynlegt að fá þessa breytingu á deiliskipulagi. Ég veit ekki, stundum er nauðsynlegt að það séu available flóttaleiðir sko bæði suður og norður sko. Ég veit það ekki, ég segi bara eins og að ég veit ekki til dæmis á hverju vilja þær endilega hækka þakið 40 cm. Það gæti verið vegna þess að bara að hæðarskilin séu bara þannig að ef þú ætlar að ná fullri lofthæð þarna efst upp þá verður helst að fara 40 upp. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvaða forsendur þetta eru og ég veit ekki hvaða forsendur eru varðandi að þeir vilja endilega hafa möguleika á flóttaleið norður úr til þess að þeir geti líka haft flóttaleið suður úr niður í stigaganginn. Ég verð að segja svo ég veit ekki og ég er ekki viss að ég geti komið með einhverja dítalegar, mjög ákveðnar skoðanir á þessu, annað en að segja að, ég veit það ekki, nánari kynning eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég er ekki alveg viss, ég er ekki viss, ég finnst þetta vera, ég finnst 40 cm ekkert vera rosalega hátt. Mér finnst svalir, þú veist, þarna út, litlar svalir, það er ekki þannig að þetta er eftir allri norðan lengjunni, sko. Það eru litlar svalir, það gæti verið að ég bara veit ekki hvaða forsendur eru þarna á baki og er ekki viss að ég sé tilbúin til að koma með einhverja harðorða bókun. Nei, það er ekkert spurning það, en það er bara spurning verið að biðja okkur málið og þegar það er verið að gera flóttaleiðir, þá eru margar leiðir til þess að gera flóttaleiðir. Þarna er verið að náttúrulega reyna að nýta reitir sem best og setja svalirna fyrir utan til þess að í staðinn fyrir að taka gera innbyggðarsvalir inn í rýmið eða einhvern veginn öðruvísi eða búa til annan stigagang eða búa til terrass og hliðning, þá er þessi lausn lögð til og þetta er náttúrulega til þess að fá sem flesta fermetra. Það er bara spurningum, finnst okkur í eðlilegt að það séu settar svalir út yfir almenningsrými? Það er bara það sem við þurfum að svara. Já, ég verð að segja að í vissum tilfellum þá finnst mér það bara alveg eðlilegt að þá gæti maður kannski sloppið verið að vera með tvö tröppuhús og eyða rosa miklu plássi í lítilli byggingu í að vera með einhverja 2 stigaganga eða eitthvað. Það sem ég segi það getur vel verið að þetta sé mjög heppileg leið og að það sé heppilegt að hafa möguleika á frönskum svölum eða einhverjum litlum svölum þarna, að það sé heppilegt að hækka 40 cm. Ég bara veit það ekki. Það getur verið að það sé heppilegast að auglýsa þetta svona og leyfa mönnum að finna lausnir innan þess leyfis. En ef þessi breytingartillaga er samþykkt þá þýðir náttúrulega þeir mega að gera svalir og þá náttúrulega sjá þeir inn og þá náttúrulega eru þessar svalir þarna í götunni. Það er bara búið að hækka húsið. Spurningin er eigum við að segja já eða þá við segjum bara ekki neitt eða þá við segjum að okkur finnist ekki jákvætt að það sé bara að hækka hæstu húsin. Við getum sagt að okkur finnst það ekki jákvætt að það sé bara að hækka svona há hús með önnur hús nema algjör nauðsyn beri til. Mætti biðja álit, komið álit frá Minjastofnun til dæmis að því nú Nýlendugötan frekar heildstæð götumynd og líka áhugavert þetta varðandi svona iðnaðarbyggingar. Nei, þeir eru náttúrulega bara umsögnar aðilar á sama tíma en þetta hús er ekki friðað, þannig ég veit það ekki. En það er inn í skránni húsa
vernd, það talað að sé áhugavert út frá iðnaðarsögu borgarinnar, Já. en það ekki friðað. Nei. Hvað finnst þér, Salvör? Ég veit það ekki alveg. Bara niðri. Ég segja alveg eins og þér. Þetta náttúrulega rosalega sérhæft og erfitt að átta sig á svona rýmum nema að það sé fagmaður í þessu. Hvað þetta gerir. Það rétt. Og, það alltaf aðrir, það sem ég veit sem fagmaður, það alltaf aðrir möguleikar. Það þarf ekki að segja mann að þetta séu einu möguleikar, þannig að þeir eru milljón aðferðir til að teikna sama húsið. Og þannig að ástæðurnar þurfa að vera mjög vel ígrundaðar til að segja að það verði að gera þetta eða hitt. Þótt að einhvern finnst það sjá það. Til dæmis bara þessir 40 centimetrar. Í fyrsta lagi þá veit ég ekki alveg af hverju þeir vilja hækka. Það getur verið að hæðarskilin séu bara þannig að það sé ópraktískt og náir ekki fullri loftæð á efstu hæðinni nema með þessu. Það getur verið. Og þar að ekki þá finnst mér 40 centimetrar ekki vera neitt mjög svona mikil. Nei, það ekkert mikið. Þetta er svolítið spurning prinsip. Já, og hið sama svalirnar, að þetta eru litlar svalir, þær fara ekki 2,60 út á götu, þeir fara, hvað var það, 1,40 eða eitthvað, það er nú svolítið, en þær eru tiltölulega litlar. 1,40 breytt á gánsteytinni, það er bara einn á gánsteytinni sem það. Já, ég bara segi eins og að mér finnst þetta ekki vera af þeirri stærðargráðu að ég treysti mig til þess að vera fordæma einhvern veginn að einhverja 40 cm sem gætu haft bara mjög lógíska skýringu og eins þetta með svalirnar að menn vilja forðast að þurfa að vera að byggja einhverja 2 tröppuganga á þessum fáu fermetrum og vilja þess að hafa flóttaleið út norðan megin líka. Ég bara treysti mig til að vera með einhverja sterkar skoðanir neikvæðar þetta. Nei, ég ekkert að segja það ég að vera, en það mér svona faglega að segja að ég horfi á þessa teikningu hér og oddinn á byggingunni, þá lítið út fyrir það að sé útlitslega sem þau vilja hafa oddinn svona upp. Út af því að það engin ástæða sem sé ekki brotinn efst, það sé flatt efstu oddurinn, en hvort það sé einhver ástæða sem segja Þú ert alltaf arkitekt. Þannig að ég held að þetta sé bara útlitslegt, en Mér finnst mjög áhugavert að vita hvað verður sagt svona iðnaðarsögulegt gildi útlitsins og hvort það eitthvað að taka með því og síðan varðandi götumyndina. Þannig að mér finnst það, og það er náttúrulega ekki okkar að segja það hér kannski, en það er náttúrulega búið að bæta hæð ofan á Slippfélagshúsið, Hótel Marina, það er búið að bæta hæð ofan á Héðinshúsið. Þannig að það hefur einhvern veginn sloppið í gegn miklu stærri hús sem að... Ert þú með Skúli, velkomin. Ert þú með skoðun? Já, sælverði. Já, mér finnst, ég auðvitað teka hlutur það er bara eins og oft í málum eins og þessum, þá er ekkert endilega útskýrt alltaf nákvæmlega hver kveikjan af þessum breytingum sem að verið að gera. Það er vissulega vísað í það að við verið að fjölga flóttaleiðum. Líklega eru þessar fransku svalir svona gerða til þess að gera húsið meira aðlaðandi í götumyndinni, en mér finnst þessar ábendingar bara alveg eiga í sjálfu sér rétt á sér og bara myndi ekki gera neina athugasemd við að menn legðu þær fram, ekki síst til þess að fá bara nánari skýringar á þeim breytingum sem eru lagðar til. Já, ég tek undir það, mætti senda þetta sem ábendingar. Já, mér finnst bara til þess að segja það að okkur finnst að það eigi ekki að hækka hús á óþörfu hæðstu húsin. Og það er bara punktur að basta. Ef það virkilega þörf á því, þá er það gert. Ef það er óþörfu, þá er það skipulagsráðsins og arkitektana þar að
að meta það, ekki okkar, hvort nauðsyn ber til. Ertu tilbúin með umsögn? Ég hef í rauninni bara aðalega þetta að segja og líka með svalir, sko, að mér finnst þetta svolítið inngripinn í almenningslífið, að vera að koma með svona stórar svalir og yfirleitt ofta á þessum nútíma húsum þá er þetta eitthvað stálvirki sem kemur hérna fyrir ofan ofan. Nei, bara oft þessar svalir eru bara galvanísir við stáli, bara rimla svona fyrir framan, fyrir ofan götuna. Mér finnst það ekki mjög huggulegt í almenningsrýminu, þannig að ég sé hérna en ég vil ekki leggjast gegn segja að ég ekki að samþykkja eitthvað, ég finnst bara að benda skipulagsráði á það. Mér finnst alltaf að setja fram ábendingu að huga að eitthvað svona, sko. Ef ekki bara, ef ég býð til eitthvað svona smá ábendingu og það senda bara að við séum að passa upp á þessa þætti, væri þið sammála því? Já, ég væri sammála því. Og ég sendi það til ykkar? Já, mér stakkum mjög vel. Hljóma vel. Ætlar að koma því inn í bókunni eða formaður sendir ábendingu og leggur undir ráðið og sendur. Hvað er dagsetningin á þessu kynningarferli? Nei. Já, en við höfum einhvern tíma held ég. Þið til 30. held. Júní, já. Ok? Maður sjá. Jú. Við höfum sko eitt deiliskipulag eftir. Já. Sem að við tókum bara eftir í gær í fréttablaðinu. Við fengum þetta sent, sko, þannig að Við varum bara svo mikið annað að skoða. Við vorum ekki búin að kveikja því. Er þá samþykkt að formaður komi ábendingum ráðsins á framfæri við umhverfis- og skipulagssviðs? Já. Já, hann mun bera undir okkur. Já, það þarf allir að samþykkja. Já, er það bara að fá að sjá textan? Já, ég legg það undir ykkur áður. Ég segi það, sko. Já. Það mitt, ok. Þá næsta mál. Þá er það... Já, það er næsta. Það er bara einn teikning, þannig að getur sett hann á skjáinn. Það var ekkert komið með dagskrá það heimir. Þetta barst bara í gær, sko. Já, það barst í gær. Þessu var bætt á dagskrá, það er mál nr. 7, mál nr. 6. Gamla Höfni, Vesturbugt, deiliskipulagstillaga. Og hvað séum við, þetta verður beint í skjánuna? Já, það er sem sagt við getum farið lesið yfir á fundi skipulagssamgönguráðs þann 27. maí 2001 og borgarráðs Reykjavíkur þann 3. júní var samþykkt að auglýsa tillöguna breytingar á deiliskipulagi Vesturbugtar, Gamla Höfnin, reita 3 og 4. Í breytingunni felst að göturými Hlésgötu er bætt við reit 03 og 04 og stækka svæðin sem því nemur. Þess að verið að setja göturými Hlésgötu inn á reit 3 og 4. Þetta er svo skrikla orðað. Þetta er svolítið erfitt átt að segja á þessu og stækka svæðin sem því nemur. Þannig að það er verið að stækka svæðin eins og megi byggja á götunni en mér sýnist þetta verið neðanjarðar. Þetta er bílakjallarinn sem nær þarna yfir sig hver megin. Fjölga íbúðum 170-192. Heimilt verður að breyta 3 raðhúsum á reit 3 í fjölbýlishús með því að tengja þau húsinu við hliðina, Mýragata, með svalagangi. Heimilt verður að breyta 2-3 raðhúsum á reit 4 í fjölbýlishús með því að tengja þau hornhúsum sitt hvoru megin með svalagöngum. Heimilt verður að nýta jarðhæð á suðvesturhorni á reit 4 fyrir alltaf 7 íbúða, búsettukjarna og fleira. Nánar tillöguna vísast til kynningargagna. Þannig að það er verið að bæta við fullt af svalagöngum og þetta deiliskipulag var svolítið spes út af því að það voru ekki leyfðir svalagangar.
þið vitið öll hvað svalagangar eru. Það eru þessar svalir sem ganga fyrir framan gluggana hjá nágrannanum til þess að fækka stigagöngum og þau náttúrulega hafa þeirra áhrif þessi svalagangar að það kemur minni birta inn í íbúðirnar og það er svalir þá báðum megin og síðan er náttúrulega upp á persónuvernd og einkalíf þá sérst oft inn í íbúðirnar sem að gengur framhjá nema þessi dregið fyrir gluggana. Þannig að þess vegna eru svona svalagangar bannaðir í mörgum löndum. Þarna sjáum við teikningarnar, svalagangarnir eru ekki sýndir á þessu. Þannig að það eru líka aðra breytingar sem eru sundin á milli sem eru 2 hæða, eru mörg minnkuð í einshæða sund sem gerir það náttúrulega að minni birta kemur inn. Ég verð að segja það að ég tók þátt í þessu fyrir hönd íbúasamtakana þegar ég var formaður þar. Það voru mikið að berjast fyrir þessu deiliskipulagi og sem sagt að fá húsið sem læðst. Og þau eru ennþá mjög há og ennþá mikið byggingamagn og það hefur verið mitt fyrir að tala gæði og að hafa ekki þessa svalaganga og mikilvægi þess að hafa mismunandi lóðir. Þarna er verið að sameina lóðir til þess að gera stór fjölbýlishús í staðinn fyrir sjálfstæðra eininga sem er náttúrulega kjarni hverfisins og þið gjarnan sýna ykkur. Ef ég má aðeins taka yfir skjáinn, þá ég bara fá að... Það er komið líka. Já, það er drúmt. Það aðeins bara sýna ykkur aðalskipulag Reykjavíkur og í aðalskipulaginu er talað mikið borgarvernd og í borgarvernd þá eru þessi markmið sem menningarsöguleg gildi séu höfð í heiðri við skipulagningu, hönnun og uppbyggingu borgarinnar á öllum stigum og þarna er talað mikið vernda gamla byggð og talað endurbætur og þegar það er talað hérna fyrir neðan nýja byggingar í eldri hverfum verði lagaðar að einkennum byggðarinnar og verði aðeins heimilaðar sem sýnt fram að þær séu til bóta fyrir heildarsvið byggðarinnar. Og mér finnst allar þetta deiliskipulag fara í öfuga átt við það. Og ég bið ykkur öllum að skoða vel þessi markmið aðalskipulagsins sem mér finnst mjög góð og mjög vel gerð og ættum að halda í hávegi. Ég geti farið aftur inn á, nú ætlum ég að stoppa og leyfa ykkur að tala í staðinn. Og ég tala næst eða, er einhver búin að byrja orðið? Sælvinni. Má ég fá orðið þá? Já, gjörðu svo vel, Ásta. Já. Getur hún eitthvað sent teikninguna, gjörðu svo vel skjáinn aftur, ég tók hann af. Eða ég geti sett hann upp. Já, ég verði að segja að ég er mjög hissa að sjá þessar tillögur. Miðað við einmitt það eru alveg nokkuð mörg ár síðan við gerðum athugasemdir við þetta deiliskipulag og það var einmitt við vorum að reyna að standa vörð almenningsrýmin hérna á rýmin á milli húsanna og skuggavarp og þessa tengingu við menningarlandsleið, borgarlandsleið og sjóinn og nú á einmitt að þetta eru mikil afturför í þessari breytingatillögu. Það sem á einmitt að sameina lóðir, þetta sem Birgir var að segja. Og svalagangarnir sem var einmitt líka mjög mikið rætt á sínum tíma, þannig að maður er mjög skrítið að sjá það allt í einu koma aftur. Þannig að þetta, við höfum náttúrulega einhver tíma núna til þess að móta okkur
skoðun á þessu, en mér finnst þetta síðan aftur tengjast því sem vorum að ræða í sambandi við Mýragötu 18, þar sem var líka átt að rýra almenningsrýmin og rýmin á milli húsanna og leiðirnar niður að sjó, og síðan aftur það sem við ræddum í upphafi fundar varðandi möguleika á grænum tengingum alveg frá Vesturgötu. Þannig að ég myndi bara vilja breytingar á þessu deiliskipulagi myndi ég vilja sjá í hina áttina, þar sem væri verið að auka gæði í almenningsrýmum, grænar tengingar og sjá svona heildrænt einmitt hvernig það myndi tengjast síðan upp kirkjulóðinni, róluvellinum og Vesturgötu. Þannig að ég myndi vilja bara bakka alveg og snúsu við. Þannig að mér finnst þetta mjög skrítið að þessi tillaga komi núna. Og allavega myndi ég vilja fá umfjöllun það hvernig almenningsrýmin eru, hvernig á að þróa þau og auka gæðin þar. Af því það búið síðan þetta deiliskipulag gert búið að leggja gríðarlega áherslu á græna planið og aðalskipulagið, þannig að það mjög skrítið að koma með þetta núna. Takk fyrir þetta, Ásta. Vinsamlegast eru til í að Björn og Salvör og Skúli til í að segja ykkur hvað það finnst. Já, ég get bara sagt að ég er mikill aðdáandi borgarskipulagsins sem var gefið fyrir 8 árum og þessari síðu til dæmis þar sem þú sýndur að menn tiltaka svona helstu gildi og markmið og svo framvegis. Þetta er náttúrulega gildi og markmið sem maður er algjörlega sammála. Og það sem þið hafa sagt þetta náttúrulega, að rýra leiðirnar á sjó og þetta og svalagangar nú ekki alveg mitt upp á allt, þó ég þolið á alveg, en mér finnst ég hefði viljað svona kynna mér þetta svolítið betur og heyra ykkur ræða þetta svolítið meira við tækifæri. Ég veit ekki hvaða opsjónir við höfum á þessu stigi máls, getum við tekið upp aftur eða verðum við að segja eitthvað. That's it frá mér í bili. Salvör. Já, heyrðu í mér? Já. Ef ég viðkynna það bara, ég fatti þetta ekki alveg, sko. Ég skil ekki alveg pælingun á baku þetta allt. Þannig að ég bara, ég treysti ykkur fyrir, sko, ég er ekki alveg að tengja við þetta. Þetta er svolítið meiri upplýsingar. Já, ég var til fleiri upplýsingar, sko. Ég er ekki alveg að átta mig á þessu öllu, sko. Það er bara eiginlega að lesa aðalskipulagið og svona sögu þessa deiliskipulags til þess að átta sig vel á þessu. Þetta eru náttúrulega breytingar sem hafa áhrif á hvernig nýtingin er og útlit húsanna og annað slíkt. Og sameiginlega með öllu hverfinu. Þetta eru allt litlar einingar þarna fyrir ofan og þarna er verið að gera svona stærri massa en á sama tíma að þú setur saman húsin og í staðan fyrir eitt hús og með fjölbýlishús þá verður allt annað útlit og breytist hlutin. Þótt að þessi verið að reyna að láta það líta út eins og þið séu 3 hús, þá er það ekki og verður það ekki. Þannig að hugmyndi frá þessu hverfi var alltaf frá upphafi að hafa mismunandi einingar og þannig að finnst manni mjög grátlegt að það sé verið að skemma þessa grunnhugmynd. En við þurfum að halda áfram. Skúli, viltu ekki svona segja okkur hvað þér? Ég er ekki með neinar athugasemdir eða innlegginn í þessa umræðu. Ég held að ef menn eru með sterkar skoðanir þá geta menn sjálfur bara komið þeim ábendingum á framfæri í eigin nafni. Ég hallast á því maður heyri líka umræðan að þessi gögn eru ekki inn í fundagögnunum og þetta eru stór mál sem menn þurft að hafa tíma til að kynna sér. Ég les í stemningunni eða í hópnum, Já, þetta var náttúrulega bara, það er náttúrulega bréf barst bara í gær eða fyrradag. Já. Og þetta kom í fréttablaðinu í gær, þetta er kynnt og fresturinn til lok júli og við erum ekki með fundi í júli. Þannig þetta er svona mjög óheppileg tímasetning og ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona kynnt sumartíman, en getum við sótt frest. En má ég kannski gera bara sér á þess að sýna ykkur allavega það sem ég var búinn að gera tillögu
af Mér finnst einhvern veginn allir þurfa að fá aðeins að skoða þetta betur, að þetta risastórt mál. En ég gerði þetta, skrifaði þetta niður út frá því sem mér finnst faglega séð og ég vil allavega koma inn þessari athugasemd og þá hvort sem það verður bara bókað þá bara fyrir hönd Pírata heldur þá vil ég allavega að þetta sé bókað eða eitthvað sambærilegt, hvort þið viljið vera með eða ekki, eða hvort það sé með aðra tillögur. Já, ég myndi bara, eins og ofta áður á prinsipástæðum, ég myndi ekki standa að bókun þetta mál. En bara virði það ef að menn vilja senda hann inn í sínu nafni, þá það. Ég tek undir þessi bókun. Sjálfsögðu alltaf í boði. Þá tökum við út íbúðarráð Vesturbæjar eða ákvörðunar fulltrúa, eftirfarandi fulltrúa, ef þið viljið vera með eða ekki. Ég vil vera með. Ásta vill vera með, hvað segir þið, Björn og Salvör? Eins og ég sagði áðan þá finnst mér eins og ég sé ekki nægilega vel upplýstur þetta. Það þessi prinsip samt sem eru nefnd að já, göngulir á sjó og framvegis að minnka stærð almenningsrýma, að auka byggingamagn og svona. Svo getur vel verið að þarna baki liggi að menn að berjast og reyna að aðlaga fyrri áætlanir að þörf fólksins, að sé þörf fyrir minni íbúðir. Getur líka vel verið að þeir sé að reyna að minnka íbúðirnum til að selja fleiri íbúðir sem meiri peningur í. En það getur líka vel verið að það bara vanti litlar íbúðir og að þá gerir menn eitthvað. Mér finnst ég bara ekki vera nægilega vel upplýstur til að geta komið með svona sterk orð eins og að segja að íbúðarráð Vesturbæjar vill ekki heimila sameiningu lóða. Ég ekki viss að ég kveða svo sterkt á orði ég sjálfur. Þannig að þetta spurning hvort að þið skrifið bara þetta eða hvort að maður fara að reyna að milda eitthvað að segja ekki heimila bendir á að æskilega verið eða eitthvað svona. En ég finnst þetta bara grundvallar prinsip, ég finnst þetta mjög mikilvægt að þetta sé, út af því að ef það heimili sameining lóða þá verið að heimila það að það sé verið að gera fjölbýlishús á fleiri reitum og sameina reitum, þá verið að breyta borgarformfræðinni og borgarforminu og þá við erum í sögulegu hverfi sem hefur bara mjög mikið verðmæti fyrir menningarlega arfleifð, bara borgarbúa og mér finnst það skipta rosalega miklu máli og það engin ástæða önnur til að gera svalaganga heldur en að byggja fleiri fermetra á lóð og fækka lyftum þá eða stigagöngum. Það engin önnur ástæða til þess. En það er bara spurning gæði sem fólk að gera og ef maður vill fá almennileg gæði þá það bara þannig. Við eigum ekkert alltaf að fórna gæðunum og þess vegna búið að vera þessi fundur og ráðstefnur sem eru reglulega núna gæði byggðar og gæði íbúa og nauðsyn birtu. Það út af þessu. Það út af því að það ekki verið að Ég skil alveg Birgir og ég til dæmis myndi gjarnan vilja sitja hér svo mikið lengur og rökræða og ræða hina ýmsu anga málsins, eins og til dæmis það að ef við erum að stækka fjölbýlishúsin þarna og ef við erum að gera svalaganga, erum við þá að auka líkur á að þetta gæti orðið eitthvað svona ódýrara slömm einhvern tímann inn í framtíðin eða eitthvað, þú veist, það er alls konar hlutir sem að ég geti verið til í að ræða, en það geti líka vel verið að yfirvöld séu að
bregðast við einhverju þörf, sem sagt, að vera með minni íbúðir og svo framvegis. Ég bara veit það ekki, ég veit ekki af hverju menn að gera þessar breytingar og á erfitt með að fara að skrifa harkalegar, eða segja bara ég vil ekki heimila þetta. Ég vildi gjarnan fá að heyra meira þetta. En Salvör, myndið þú vilja, hvað segir þú? Ég alltaf ekki tilbúin akkurát núna. Ég verði til að leggjast yfir þetta betur í kvöld og gæti ef það var í lagi. Eða þú skilur sér núna eða? Þessi bókun stendur það bara svona. Bókunin stendur þá frá mér og Birgi, en við getum sendt inn umsögn saman seinna. Við getum bætt við umsögn seinna. Bara til skipulagsfulltrúa. Þegar þú ert búin að leggjast aðeins yfir þetta sjálfur, af því að þú vilt kannski líka bara rölta svæðið. Að labba bara svæðið og ég var bara erfitt með að sjá þetta fyrir mér sko. Ég sé alveg sér. Ég skila bara mjög vel. Við vorum í þessu fyrir nokkrum árum, þannig við erum búin að stúdera þetta svolítið mikið. Já, við vitum alveg. Ég segi sama sko. Ég í svipaðri stöðu, ég bara átta mig ekki alveg á þessu og vilja kynna mig málið svolítið betur. Mér finnst það bara mjög gott og því fleiri sem koma inn í þessu umræðu mitt, það bara mjög gott. En ég myndi leggja til að ég og Birgir sendum þetta þá í okkar nafni núna og við verðum svo í sambandi og jafnvel bara taka þetta svæði aftur fyrir svona svæði næst sjó og er það ekki bara skoðun undirritaðra í íbúðaráði Vesturbæjar? Já, mér finnst það hljóma bara mjög vel sko. Skoðun ónefndra fulltrúa. Ég var búin að... Já, ok, varstu búin að gera það? Þá er það bara fínt og ég meina mér og ég veit líklega saman með Ástu. Mér finnst ég bara bera siðferðislega skyldu til þess að standa vörðum með þetta. Mér finnst ég sita hér fyrir íbúða og fyrir Pírata til þess að ég mitt að berjast fyrir svona hlutum. Við kannski tökum þetta upp á næsta fundi þá bara gæði íbúða sem við verðum að byggja og dagsbirtu. Það verður bara mjög áhugavert í þessu samhengi. Er ég að skilja rétt að það sé verið að leggja til að ráðið kanni málin nánar og gera tilraun til að ná saman umsögn og eftir atvikum skilja það sameiginlegri umsögn fyrir tilskilinn frest? Getur ekki bara sett þetta inn sem bókun? Jú, bókunni stendur. Mér heyrist þetta sem vilji til að... Vilji til að kynna sér málið betur. Þetta er rosalega mikilvægt svæði. Þetta niður yfir höfnina, þú veist, þetta er alveg rosalega mikilvægt svæði og við viljum að hinir vesturbæingarnir geti þarna, gengið þarna og að þetta verði ekki eitthvað svona slamnar, ég má ekki segja svona, og að það séu hágæði þarna og allt þetta sko, auðvitað. Þetta er mjög mikilvægt svæði. Þess vegna hefur ég viljað frekar sko, segja eitthvað að það sé mikill áhugi hjá íbúðaráðinu að kynna sér þetta mál mun betur, eða eitthvað svona. Flott, við erum að falla á tíma. Þannig að við ætlum að halda núna svolítið vel á spöðunum. Já, þannig að við erum með til bara fram, þá er þessu lokið. Við erum 2 sem stöndum á bókuninni og munum halda áfram að gera sameiginlegt bréf ef við náum að semja það. Flott. Það er það samþykkt á ráðinu, þessi ferill. Já. Ég skjóti inn í bara, þú veist, það er smá synd að það hafi ekki komið fram fyrr sko, en þetta er mjög mikilvægt mál og mjög eðlilegt, sérstaklega þegar koma fram skýr sjónarmið á fundinum að menn vilji fá meiri upplýsingar og meiri tíma til að kynna sér málið. Þá er bara mjög mikilvægt að menn taki það alvarlega og setji þá niður almennilega kynningu á málinu. Hverjar eru forsendurnar á baki þeirra tillagna sem er verið að leggja fram og að ráðsliðar geti kynnt sér það bara að eigin raun. Almennilega. Nú, þetta erum við á erfiðum tímapunkti og menn að fara inn í sumafrí og annað slíkt, en þú veist, það er alveg staður og stund fyrir umræðu þessi mál seinna. Ég held að það væri sterkur leikur að hafa það bara á dagskrá næst þegar við komum saman. Já, tek undir það. Það var mjög gott. Það er bara mjög gott og það var náttúrulega í rauninni þessi vanta náttúrulega oft þessi deiliskipulagsgögn sem var í gögnum á undan, þá voru kynningar, voru myndir til að kynna þess að við varum að skilja út af hverju að hætta húsið. Og líka fá fulltrúa frá skipulaginu á fundin, þannig að maður geti átt þetta samtal. Já, við báðum það, þetta var svo stuttur fyrirværi. Bæði skammi fyrirværi og svo gera þau
svona þann fyrirvara á að þau vilja gjarnan fá skriflegt frá eða svona Já, já. óþolandi erindi hvers slags upplýsingar er verið að óska eftir. Þannig að það er að sjálfsögðu er hægt að geti verið milliliðir því að óska eftir slíkum upplýsingum þegar eftir því að leita. Og það var náttúrulega saman Byggvarreiti, við vorum að biðja fleiri gögn til þess að geta átta sig á þessar hækkun á byggingu og breytingum, en þau voru ekki til staðar, þau eru ekki til, þannig að það er svolítið erfitt að meta tillögu þegar gögnin eru ekki til staðar. En höldum áfram þá, það við vorum með hérna lið 7, það er bara bréf vegna aðalskipulags. Já, það er mál sem er sama marki brennt, það er bréf sem kom í dag. Og ég ætla að finna það hér í mínum fórum. Og við verðum bara, það er mjög stórt mál að skoða þessar aðalskipulagsbreytingar og við þurfum þá bara að leggjast yfir þær og reyna að taka það fyrir þá eftir sumarfrí. En bara að benda á þetta, það er, umsóknarfrestur er til 23. ágúst. Ráðum við nú vantilega að ná funda fyrir þann tíma. Þannig við vonumst bara til þess að ná að funda fyrir þann tíma, en bendum bara öllum á að kynna sér þetta mál vel og lesa þetta í sumarfríinu. Það er einhver 100 blaðsíðna sem liggja þarna undir. Við fengum alltaf kynningu, var það ekki? Já. Jú, þetta var að draga stíginu. Já, ok, flott. Allir til í það? Já. Og síðan er það svar umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurn íbúðarráðs Vesturbæjar vegna framkvæmda og hönnunar og við sjóvarnargarð á Eiðisgrandi og Ónefnustum. Þetta er líka til framlagningar. Þetta kom líka, hvenær kom þetta bréf? Þetta er 11.5. Já, þetta var þetta fyrirspurn frá okkur. Já, þetta er fyrirspurn ferlið. Þú varst með skoðun á þessu, hvað vildur þú segja um þetta ástæðan? Já, ég er svona að segja það kannski, ég segi það ekki of oft, en mér finnst að það væri að það hefði átt að fara í samráð við íbúa og það ætti líka að sýna hvernig tengingar eru við uppbyggingaræti sem eru þarna hinum yfir götuna til að sýna heildarmyndina, hvernig við ætlum að hafa okkar útivistarsvæði við strandlínuna. Þannig ég myndi vilja taka þetta samtal áfram. Þannig erum við búin að fá svona aðeins aðdragandann, hvernig var staðið þessu og allt rétt gert samkvæmt því hvernig á að gera þetta, en ég hef meiri ambisjónir fyrir þetta svæði og þannig ég veit ekki hvort við getum. Já, við þurftum þá eiginlega að gera bókum að senda þeim bréf, bara athugasemdir hvernig við sæjum fram og það væri hægt að hafa betra samráð. Já. Ég held að það sé það eina. Þið komum náttúrulega ýmsum sjónarmiðum að framfæra þetta á fundurum í mars, þar sem þau komu og kynntu þessar lög og ferla í kringum þetta allt saman. Já. Þannig við getum... En að sjálfsögur þetta ítreka þetta. Já, en við þurfum kannski ekki að bregðast við endilega núna, við erum búin að fá svarið og við getum svarað þessu aftur seinna. Ef við viljum ýta undir þetta samráð þá getum við sett aftur á dagskrá og rætta, er það ekki? Ég hef líka, ég kom að framfæri svona ákveðni sýn hvernig var hægt að tengja þessi svæði betur saman á Facebook síðu íbúa samtakana. Ég get deilt því með ykkur. Já. Og mér finnst kannski ef það mætti bara óska eftir frekara samráðs, en við getum þá skoðað það einmitt í sumarfríinu. Þá erum við bara komin yfir í málefni hverfisins. En við leggjum þetta bréf til hliðar, gerum enga sérstaka bókun síðasta lið og förum yfir í málefni hverfisins. Er ykkur málefni hverfisins sem þið viljið bæta við? Kom ykkur fyrirspurnir inn á... Ekki pósthólfið. Ekki pósthólfið. Er eitthvað sem þið viljið bæta við? Er eitthvað sem þið viljið taka fyrir inn málefni hverfisins? Ég hef með svona eina spurningu til ykkar. Það er varðandi Bræðraborgarstíg 1, það sem láta því að það
fer mjög svona í mig. Ég fannst mjög óásættanlegt að húsið væri rifið með öllu innbúi. Að það væri ekki hreinsað innbúið áður og tekið úr húsinu sko fyrir löngu síðan. Og sjá vélarnar vera að taka allt með innbúinu inn í þessu húsi. Mér finnst fannst það mikil vanvirðing við fórnarlömbin og við nágranna. En ég gjarnan vita bara hvort þið sé ekki sammála því. Hvað finnst ykkur það? Til dæmis Skúli, ef við spurta innan borgarinnar, finnst þér ekki eðlilegt að það verði að ræða það eða svona meðal borgarfulltrúa að finnst þér ekki skrítið að húsið sé rifið með öllu innbúi og innbúið sé búið að vera inn í þessu húsi í heilt ár? Já, mér finnst margt skrítið í þessu ferli og ég hef tekið þá umræðu hérna inn í Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði og við fylgdum því máli mjög þétt eftir, kölluðum eftir, eða bókuðum sérstaklega máli á fyrri stigum og fjölluðum skýrsluna. En það bara efni í heilan fund, sko. Þú veist, við erum 5 mínútur eftir á þessum fundi og ég held að það sé bara ekki rými til að fara í allt það samtal núna, því miður. Ég hef gert margar athugasemdir við þetta ferli og tilbúin að ræða það í betra tómi. Ég ætla að taka undir með Skúla. Ég hef búin að kynna mér þetta mál mjög vel og allt ferlið og vissulega maður skilur ekki alveg af hverju innbúið var ekki reisað fyrst og svona, en þetta biðja menn byggingarleyfi til að rífa og hefðu mögulega getað sett einhver skilyrði eða hvernig það er. Þetta er annar fundur. Við erum að renna út af tíma. Það er bara út af því að vera að rífa það í dag. En já, ég vil líka taka undir þetta. Þetta er mjög skrítið ferli og núna er óskýrt hvar þetta stendur allt saman. Það er verið að rífa og það er ekki búið að, það virðist vera komið byggingarleyfi og það er ekki búið að kynna fyrir íbúum. Þetta er og mér finnst gott að þessi verið að ræta líka innan Mannréttinda- og lýðræðissviðs af því að mér finnst það þurfa að vanda sig mjög vel við þetta ferli og hvað verður gert þarna líka og auðvitað veitum við að það eru ákveðnar hugmyndir en þá líka varðandi gæði í almenningsrýmum og slíkt. Já, en það er mikilvægt að vera ræða þetta, við erum alltaf dett inn í sumarfrí en við kannski tökum þetta eftir upp í ágúst. Og gott að við tökum þetta upp í ágúst. En þá erum við búin með alla dagskrá dagsins nema eftir stendur umsóknir vegna borgina okkar 2021 og þessi liður fundarins er lokaður. Þá þökkum við kærlega fyrir þeir sem eru að horfa á okkur í streymi og þökkum þeim fyrir áhorfnina og bíðum eftir að samband sé lokað.